sæl og velkomin eftir að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hingað komin góður gestur til að ræða það helsta svona í heimsmálunum. Magnea Marinósdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Vertu velkomin. Takk fyrir. Já, það alltaf eitthvað í gangi. Það bara einhvern veginn tímandi sem við lifum akkurat núna. Það miklir umbrotatímar. Kannski byrjum bara á því að segja svona, já, sem að hefur verið helst í deglunni. Það Íran og Hormúsundið og þetta svona, hvað ég var að segja, þetta svona stand down einhvern veginn sem þannig á milli sko hérna Trump og Írana. Það sem sagt búið að blokka Hormúsundið beggja vegna af sikkurum hernum og svo ganga einhver skot og hérna á skip og annað þannig og víxl. Enginn ætlar að bakka. Það samt virðist ætla að halda þetta vopnahlé. Hvað hérna hefur eitthvað hérna svona sett inn í nýjustu vendingar þarna Já, náttúrulega maður hefur þetta svona fylgist með og núna náttúrulega líka bara kom þetta 14 punkta friðarplan frá Íran í Pakistan sem svar við því sem að Bandaríkin höfðu sett fram áður. Og fyrst var Trump mjög svona ekki ánægður með þetta plan en nú hefur tónninn svona breyst og þannig að bara standa svona yfir samningaviðræður virðist vera. En það líka auðvitað áhugavert að þarna Bandaríkin og Ísrael að nota sinn hernaðarmátt til þess að reyna að knýja fram ákveðna hluti. Ég meina það búið að tala stjórnarskipti og kjarnorkuáætlun Írans ferð ekki að veruleika og líka draga úr hernaðargetu þeirra almennt og á sama tíma að þá náttúrulega Íran hefur ekki róð hernaðarlega í sjálfu sér gagnvart Bandaríkjum í Ísrael en þeir náttúrulega hafa stjórn eins og Hermus og alveg eins og hútarnir gerðu á sínum tíma með þenn mikilvæga skipaskurð sem þannig í Rauðahafinu og þá hækkaði flutningskostnaður þegar þeir skutu á flutningsskip þar 250% og skip voru farin að fara langa leiðir fyrir Odda Suður Afríku til þess að koma vörum og þetta hefur náttúrulega núna með olíuverð að gera, það hefur hækkað 50% í Bandaríkjunum og þetta víða í Evrópu og þannig að í raun og veru þá þessi tvö ríki að berjast dálítið með svona dálítið ólíkum vopnum og þetta sýnir í raun og veru líka þessi hernaður skammsímana í heimi þar sem við erum öll svona tengd í gegnum verslun og viðskipti og erum háð hvort öðru og hvert öðrum ýmislegt eins og olíu og bensín og þvíumlíkt að halda að þú náir fram einhverjum svona markmiðum með hernaði og þegar í raun og veru þú þarf síðan að takast á við allar efnahagslegu afleiðingarnar af þessu. En við sjáum nú til hvað verður. Það virðist vera sem að Íran með svona nokkra lykilkröfur. Það náttúrulega að hafa stjórn að þessu skipasundi og það að láta lyfta þessum efnahagsþvingunum og líka öllum frystumeignum og reikningum sem hafa verið. Fá skaðabætur út af þeim skemmtum og þeirri eyðileggingu sem hefur verið valdið og líka það að geta verið með kjarnorku til friðsamlegra nota og þannig að og það náttúrulega og líka það sem að náttúrulega mun eflist og þarna náttúrulega stendur nývinni kunni þetta svo ólíkar kröfur og þeir vilja náttúrulega ekki neina herstöðar þarna í Miðausturlöndum og fá tryggingu fyrir því að vera ekki ráðast að aftur með vopnum. Þannig að þetta náttúrulega staða núna og það verið að reyna að semja, það þó myrkvasti það sem að gerast og það auðvitað ekki síst út af þrýstingi vegna þess að þó að svona kannski Íran í einhverjum hefðbundu skilningi myndi ekki vinna þetta stríð svona hernaðarlega, þó þeir að gera það í raun og veru efnahagslega og það að breytast við þurfum auðvitað gagnvart þessum hernaði, þau voru svo sem ekkert jákvæð í byrjun en samt sem áður, þú veist, öll þessi gagnrýni og allt þetta ákall að önnur ríki, vestræn ríki styðja hana herna, þau ekki að koma, þannig að það meðal annars auðvitað út af afleiðingunum.
Akkurat. Þannig að En þetta er það sem er kannski svona nýjast í þessu, það Saminuðu arabísku furstadæmin. Þau hafa núna og liggja undir ámæli Írana fyrir að vera svona proxy aðili þannig á svæðinu fyrir Ísrael og fyrir Bandaríkin. Þeir drógu svo út úr olíu land, hvað heitir það, ég man ekki skammstöfunina, þetta eru lönd sem að framleiða og selja ráolíu á þessu svæði og plús Rússland reyndar. Og þetta er svona, og eitt af þessum lykillöndum sem að dró sig út úr þessu samstarfi. Þetta samstarf var einmitt búið til þess í svona ákveðnum varnartilgangi í Miðausturlöndum 70 og eitthvað, sko, þegar það var notað einmitt sem vopn gegn Ísrael og þá hinum vestrana heimi svolítið, vegna þess að það er í heimi sem er svona ofboðslega reiðir sig svona á olíu, þá er hægt að bara gjörsamlega, það er hægt að svelta fólk og stöðva hjóla atvinnulífsins með bara alveg svona miklum hætti. Algjörlega, og þetta er bara fínt einmitt að minnist á þetta vegna þess að það kannski í raun og veru þegar við höfum verið að ræða þetta stríð og þessi árásir á Íran, þá kannski minna verið rætt svona efnaðslegu hliðarnar á þessu og hvað var undanfarin. Vegna þess að ég var á félagslegum dagi hjá Magnúsi Bernharðssyni sem er svona sérfræðingur í Miðausturlöndum og hann var að tala ákveð svona ofmat og vannmat og því líkt þegar það hefur verið að ræða þetta stríð eins og bara seglan í Íran meðal annars. En þegar maður velti fyrir sér sko hvað Trump gerði þegar hann komst fyrst til valda, hann ætlaði ekki að stuðla að fleiri stríðum og hann ætlaði að stuðla friði í Miðausturlöndum. Og hann gerði það með þeim hætti einmitt að koma á þessum samningum við nokkur ríki í Miðausturlöndum, einmitt eins og Saminuðu arabísku furstadæmin, Bahrein, Marokkó og Súdan og það voru samningaviðræður við Sádi-Arabíu sem Biden hélt áfram sem þessi Abrahams samningar sem eru að normalisera samskipti við Ísrael og viðskiptaleg samskipti. Og á sama tíma þá má auðvitað segja að augljóslega sem sagt, var vanmat á því hvernig palestínumenn myndu bregðast við vegna þess að það sem gerist er að bæði heimastjórnin og Hamas samtökin mótmæla þessu vegna þess að það þangað fram að þessum tíma það hafði alltaf verið talað að normalisering við Ísrael myndi aldrei verða nema væri rætt það fullveldi Palestínu og stuðning við það sem var ekki gert þarna, þetta var algjörlega jaðarsett. Og hvað gerist? Þessi árás Hamas sem kom öllum í opna skjöldu og kom öll í uppnám náttúrulega, líka þessum samningum við Sádi-Arabíu og þetta er allt hluti líka af því sem hefur verið að gerast þarna í Miðausturlöndum og snýra beltibraut Kína sem að nær núna til einna og þessar stórvelda pólitíkur eins og samkeppni milli Kína og Bandaríkjanna og auðvitað er Rússa líka, þú veist, út af því að það eru sko Kína, Rússar og Íran og svo er það Bandaríkin, Ísrael og svo mörg þessir arbísku ríkja í Miðausturlöndum og Golfríkin sem eru á bandi þanniglega Bandaríkjanna og beltabrautin er núna til 155 ríkja og þetta er eitthvað 70% af allri þjóðarframleiðslu heimsins og sem ansvar við þessu og það undirlega í Bandaríkina þá kom upp þarna efnahagsgátt Indlands, Evrópu og Miðausturlandana og þar eru til að mynda Sádi-Arabar inni og Evrópulönd og þetta gengur allt út af flutningaleiðir, bæði á landi og í sjó og koma á, þú veist, olíu á ákveðna staði og svo framvegis og það sem hefur gerst núna með þetta stríð á Íran er að það er verið að reyna líka að koma því til leiðar að svona ákveðna flutningaleiðir eins og olíu þær bara farið fram hjá Íran og þú veist og þetta farið í gegnum þú veist höfn í Ísrael og Miðjarðarhafið og þvílíkt. Þetta er allt í raun og veru rosalega sterkir efnahagslegir hagsmunir líka sem eru þarna og
og það hefur kannski ekki mikið verið talað það. Auðvitað Kína hefur í raun og veru lítið tjáð sig þetta stríð öðruleitin því að það ætti bara að hætta og stöðva það sem allra fyrst. Rússar náttúrulega bara sínu innrásstríð í Úkraínu þannig að þeir koma lítið við sögu. En svona alveg eins og að benda á, það í raun og veru hefur líka bara verið þetta svona hver svæðisbundi svona hver hefur mest völdin á svæðinu, Sádi-Arabíu eða Íran og þetta tengist allt inn í þessa svona stórvelda pólitík og þetta svona valdajafvægi og yfirráð yfir flutningaleiðum og olíuauðlundum og ekki síst vassauðlundum. Út að núna náttúrulega hafa til að mynda kannski dálítið líka í skugga Íransstríðsins að þá hefur Ísrael fært gullin og Gaza og nú er ísraelski herinn á 60% af því landsvæði og þetta hefur gert líka núna í Líbanon. Það þarna á sem að ég man núna ekki fljóti bara hvað heitir, hún er búin að skrifa, Litani áin heitir hún og hún er þarna í Líbanon og það eru 20% Líbana búin að flýja heimili sín vegna þess að Ísraelsir að fara einmitt nákvæmlega upp að þessar á og reyna að ná svona yfir á hún þarna, þetta er líka náttúrulega landamæri en þarna liggja þorp meðfram manni og þarna hefur verið hernaður bara gegn saklusum borgurum. Þannig að þetta er rosalega mikið að hafa ákveðið vald á landsvæði, náttúrulegum auðlindum, flutningaleiðum og vera svona ráðandi aðilinn þarna á svæðinu. Þetta, að því þú nefnir Líbanon, þá ég held að ég hafi séð nýjustu tölur 3.500 manns sem hafa verið drepin þarna í Líbanon, einhvern veginn í Írans deilunni, sem að einhvern veginn ég bara fyrir svona leikmann ætti að vera bara snar undarlegt bara hvers vegna í ósköpunum en núna hefur þetta víða svona í svona stærstu fjölmiðlunum heimsfjölmiðlunum þetta kallað Hezbollah Ísrael deilan sem að mínum að þetta allavega bara eitthvað svona eftir áskýring því að þetta snýst eins og segir, þetta snýst efnahagsmál, þetta snýst yfirráð yfir mikilvægum flutningaleiðum, þetta snýst yfirráð yfir olíu, vatni og þar fram eftir götunum. Og það akkurat máli að þetta 1982 ræðst Ísrael inn í Líbanon til þess að flæmi burtu frelsishreyfingu Palestínumanna og sem þið tókst, en þá var Hezbollah til í kjölfarið og núna þá hefur landstjórnin í Líbanon verið að reyna að halda aftur af Hezbollah þannig að þeir fari ekki fram með hernaði í tengslu við það sem að gerst með Íran en það hefur eins og ekki gerst en þeir Ísraelina alltaf hafa gengið fram með mjög hörðum hætti og einmitt bara í raun og veru náð undir sig og eru bara hreinlega að ná undir sig auknu landsvæði á nákvæmlega höstu og ert að benda á. Þannig að þeir nota tækifæri núna. Og það sama má náttúrulega segja að það náttúrulega hörmungar ástand bara í Palestínu auðvitað ástandi að sífellt að versna á Vesturbakkanum, árásir, landingu fólks á íbúana og líka vera að koma í veg fyrir til að mynda það verið fjartum daginn að börn komst ekki í skóla og það var búið að setja gallaverðskerðingu á leiðina og Palestínumenn læra að snemma að mótmála og börnin náttúrulega mættu með bækurnar og sátu við gallaverðskerðinguna og læruðu bara þar. Ótrúleg þrautseigja í þessu fólki. Akkurat og og svo náttúrulega eins og þessar auknu árásir líka á kristna eins og gerist í Austur Jerúsalem þar sem að nunna varð fyrir árás manns og það og náttúrulega eins og ástandið á Gaza þarna býr fólk auðvitað núna bara á 40% landsvæðinu lokað af eins og dýribúri eins og hefur alltaf verið alveg síðan 2007 og aðstæðunar eru hörmulegar. Þarna fólk býr við húsakost eða þetta bara tjöld, þetta eru varla tjöld. Þau halda ekki vatni eða vindum og þau líka halda ekki myndurum frá og það bara
rottur sem að býta fólki í svefni og alls konar skortir. Þarna dreifast sjúkdómarnir út, húðsjúkdómar, niðurgangspestir, drykkjavatn ekki hreint, hreinlegsaðstæða nánast ekki til. Og það kom einmitt maður sem heitir Mustafa Salameh, og hann sem sagt palestínumaður sem fæddist í flóttamannabúðum, foreldrar hans flúðu 1948 og hann á sér svona sögu sem ég ætla ekki að fara út í annað en það að hann mikill fjallagarpur, fór að klífa fjöll og hann einn af þeim 20 sem hafa náð að fara á alla hæstu fjallstinda og öllum 7 heimsálfunum, The Seven Summit eins og heitir á ensku, ég veit ekki alveg hvað heitir í íslensku, og þverað Norðurpólinn og Suðurpólinn og farið líka yfir Grænland og hann núna, í byrjun apríl þá fór hann sem sagt byrjaði hann för aftur upp á topp Everest og til þess að vekja athygli á aðstæðunum í Gaza og líka að safna fé til þess að sé bara hægt að kaupa nauðsynjar svo mat og lyf, hreindrykkjavatn, tjöld sem að þó minnskosti eða einhvers konar húsakost kosta að vera gámar eða tjöld og þvílíkt. Þannig að fólk bara geti, hafist þarna við vegna þess að þetta alveg hörmulegt ástand og Félag Ísland-Palestína ætlar að vera með samstöðugöngu sem byrja núna á laugardaginn, klukkan 10 fara á Esjuna. Það verður svona Esen og Everest og svo þær verða alla laugardag klukkan 10 og svo miðvikudaginn klukkan 5 og bara til þess að sýna samstöðu og og svo verður honum Mustafa send kveðja í gegnum Instagram frá steininum þegar fólk kemst upp á toppinn og þetta auðvitað sláandi hvað þessar aðstæði fólks og þetta skuli bara viðgangast og auðvitað börn og fullorðnir vannærðir og líka það að drápa palestínumönnum, þau halda bara áfram. Það bara hægt að fjalla það. Það ekki lengur tala það þó einhversi skotin á færi. Maður hættur að sjá þetta á Instagram og það einhvern veginn búið að þagga niður í því. Það svona, ekki nema að maður sé með stjörnumerta, einhverja svona ákveðna reikninga. Algjörlega. Þá kannski fær maður þetta svona inn í fítið sitt og maður getur svona fylgst með því sem í gangi. En það auðvitað líka bara, það ástæða fyrir því að það ekki verið að fjalla þetta því að það var tímabil einmitt fyrir hið meinta vopnahlé að þá var svo mikil reiði í heiminum fyrir Palestínu og það var það einhvern veginn svona, var það eitthvað slagkraftur það sem við erum að fylgja svo litið með núna eins og til dæmis í Bretlandi það sem bara hreinlega verið að ræða að banna Palestínugöngur og það sem verið að og í Þýskalandi það sem búið að banna palestínska fánan og alls konar bara frjáls Palestína mótmálaspjöld og fleira og þetta einhvern veginn svona það verið að berjast aftur, það verið að kæfa niður þessa byltingu sem var svona einhvern veginn, farin að það var komið svona undiralda. Í Bretlandi gerist þetta í kjölfar þess að Tyrkiðingar voru drepnir af einhverjum manni og sem hefur eins og maður segir og þá á að setja allar svona samkundur og sem snýra Palestínu svona undir misklusti frekara eftirlit en sann sem áður ég veit ekki alveg hvort það rétt að tengja eitt svona einstakt atvik við það að fólk safni saman og kalli eftir því að mannorast og komist inn á Gaza Palestína fái fullveldi og þetta sem í gangi bara stöðvist og það var maðurinn daginn Tim Slade sem gerði mynd sem heiti The Veto eða neitunarvaldið í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Þetta heimildamynd og Félag Sameinuðu þjóðanna í Íslandi var að sýna þessa mynd bæði í Mannréttindahúsinu morguninn og svo í Bíóparadís seinna daginn eða kvöldið og þetta alveg stórmerkileg mynd út af því að hún fer auðvitað yfir söguna en hún fer líka í raun og veru að skoða hvernig neitunarvaldinu beitt að þessum 5 ríkjum í öryggisráðinu sem hafa neitunarvald og það komin í raun og veru hreyfing í sjálfu sér bæði innan Sameinuðu þjóðanna og utan að setja þessu neitunarvaldi skorður vegna þess að þegar að neitunarvaldið farið að nota það í raun og veru til þess að sé hægt að
að fremja þjóðamorð, fremja stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni, þá skýtur það skökku við vegna þess að þau hafa, og líka það að það er einn grein í Sameinuðu þjóðasáttmálanum 27,3 sem að segir í raun og veru að ef að máli sem er verið að greiða atkvæð snýr að því ríki, þá ætti það ekki að taka þátt í atkvæðagreiðslunni. En þeir sem stöðva meira og minna allt sem snýr að Úkraínu eru Rússar. Þeir sem stöðva allt sem snýr að Ísrael eru náttúrulega auðvitað Bandaríkin. Þannig að það eru ríki sem er mjög ríkra hagsmuna að gæta sem stöðva allt sem snýr að þeim. Og þetta er náttúrulega farið að snúast algjörlega upp í andhverju sína. Og það byrjaði 2022 svona ákveði frumkvæðin innan allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna sem snýra því að fara að skoða þetta vegna þess að það er okkur þessi svona varnaglar sem við erum með og sem að eiga auðvitað virka til þess að koma í veg fyrir að þessi stríðsátök eigi sér stað og hvað þá þjóðumorð er tilraun til þess og glæpi gegn mannkyni en það er bara það er ekki hægt vegna þess að áleitin sé snúa því að koma í veg fyrir það þeim þeir eru bara stoppað með neitunarvaldinu. Þannig að það er mjög gott að það er komin umræða þetta og út af því að hvað er að gerast á Gaza. Ég meina þetta er náttúrulega bara hörmungar sem eiga sér stað og maður vill auðvitað ekki maður vill vanlega ekki líka neinu við helfurina. En þetta er náttúrulega, hvað er þetta annað en útrýmingabúðir sem eru þarna. Fólk er þarna, það hefur ekki einu sinni þá möguleika að flýja vegna þess að þau eru umkringd af hernársþjóðinni Ísrael sem að hefur allt vald þarna yfir fólkinu og það er líka berast hörmulega fregnir og auðvitað skýrslur og af því bara kynferðisofbeldi að gagnvart palestínumönnum sem haldi föngnum og ég held að maður fer ekkert úti í það en það er bara, þetta er bara alveg hörmung. Þetta er eitthvað svona sem að mann hefði aldrei dottið í hug. Nei og það er líka algjört refsileysi líka. Og það var eitt... Og svo auðvitað það sem að gerist er með svona lögleiðingu aftöku á palestínsku föngum sem að fekk brautagengi á ísraelska þinginu sem þýðir einfallega það að nú verða og þeir hafa skreitt sig með svona snöru sem er algjörlega þetta er svo viðbjóðslegt Já, og það var akkurat hvernig er mögulegt að misbjóða fólki, þú veist, í raun og veru akkurat þetta, allir með mynda á snurunni og hattur og rór svo mikið og svo fögnuðu þeir í þinginu og voru að opna svona kampænsflöskur, freyðvinn og fagna þessu Já, bara marsipanköku með svona snuru á og þetta er allt fanga sem eru í haldi hersins og þetta er allt réttarhöld sem að eru á vegum hersins og mannréttindasamtök eru þetta búin að benda á það að þau eru ekkert alveg uppfylla í raun og veru meginreglur réttaríkisins og og þetta er það er náttúrulega, þá átti auðvitað að láta reyna á það hvort að þetta stæðist stjórnarskrá og sem sagt Ísraels en svo sér maður líka auðvitað út af maður fylgjast aðeins með fjölmiðlum auðvitað í Ísrael að það er orðin rosalega það hefur auðvitað verið hjá vissum með fjölmiðlum alltaf gagnrýni á ríkisstjórnar og sérstaklega eftir hún var það svona hægri öfgasinnu og þjóðernissinnu og núna í seinni tíð Benjamin Netanyahu en það er orðið rosalega gagnrýni og þú veist ef maður les Haaretz og Plus 972 Magazine og fleiri fjölmiðlar og jafnvel bara Times of Israel að þá er komin rosalega gagnrýni á ríkisstjórn Netanyahu og þú veist ástandi á Vesturbakkanum og í Austur-Jerúsalem og líka á Gaza þannig að og það er náttúrulega, það hefur aldrei verið jafn margir Ísraelsmenn sem hafa bara farið úr landi, margir njóta þess að hafa tvöfalda ríkisborgararétt en það sem eftir náttúrulega eru kannski þeir hörðustu og öfgafyllstu sem að þeir fara ekki, þeir eru þarna í landinu og virðast vera að ná meira og meira völdum þá líka eftir að koma í ljós hvernig kosningarnar fara næst en eitt í sambandi
kannski til viðbótar og svo ég vitni nú aftur í Magnús að hann var einmitt að benda á þessa stefnu sem heitir Dahíhe stefnan sem að hersfóringi sem heitir Gadi Eisenkot kynnti til sögunar og þetta var í stríði gegn Líbanon 2006 og þessi stefna í raun og veru gengur út af það að bara að vera með rosalega miklar árásir og sem eru hlutfallslega miklu meiri heldur en tilefni til og og valda sem mestri eyðileggingu á innviðum og með þeim hætti reyna að fá fólk til að snúast gegn þeim aðilega sem að er þeim fjansalegur, þar sé Ísrael sem verður þá Hezbollah og Hamas og þvílíkt og ég hafði nú ekki heyrt þessa stefnu en þetta passar við það sem að maður hefur séð að hefur gerst bara eftir 2006 og 2007 eftir að kemur þessi herkví Gaza að þá hafa það var meira að gera greining á því hvað árásirnar 2008 og 2009 og svo 2012 og 2014 og síðan núna síðast var alltaf meiri stigmögnun og skopmörkin urðu alltaf meira og meira borgarleg skopmörk samanbyrju hernarleg og fleira og það bara virðist vera að sé að nota þessa stefnu sem sé bæði í Palestínu og auðvitað núna í Líbanon og svo auðvitað gagvart Íran. Akkurat. Og En það sem að maður saknar svolítið í þessu öllu saman er kannski að því að það hér er mikið rætt Evrópusambandið vegna fyrirhugaðra kosninga í ágúst. Það mann vantar einhvern veginn svona, þú veist, sterkari viðbrögð þaðan, bara svona, hreinlega til þess að manni langi einn svona íhugaða að vera einhvern veginn í svona samfloti með Evrópusambandinu. Núna það sem gerist í síðustu viku er að Trump segist alltaf að færa í burtu, alltaf hermennina sína frá Þýskalandi, eitthvað sem að mér skilst það að sé núna einhvern veginn gengið tilbaka. Það og það oft talað líka þetta að Trump sé í svona bjúrokrasíu stríði við Evrópusambandið og maður svolítið erfitt með að ná utanum bara þetta allt saman í rauninni, Trump, Evrópusambandið, það sem að gerast í Miðausturlöndum og svo auðvitað Úkraínu og Rússland líka, þú veist, þetta er einhvern veginn svona, þú veist, hvar ætlum við að standa í þessu í öllu saman? Ætlum við að gera kröfur á Evrópusambandið ef að við göngum inn í það að það verði búið til einhvers konar friðaráætlun þú veist, og þar fram til göttunum. Það er einhvern veginn svona, það er allavega þetta sem ég sakna í umræðinni. Já, það er náttúrulega, það verður alltaf svona reglulega þetta svona dálítið vatnaskil og svona breytingar í öryggis- og varnarmálum og þetta gerist náttúrulega eins og sérstaklega auðvitað eftir lok kalda stríðsins og þá var einmitt farið að endurskoða hlutverk Norður-Atlantsbandalagsins eða NATO og hvort að það veri bara þeirra tími veri búinn og það þyrfti ekki lengur svona varnarbandalag en það fekk náttúrulega líka nýtt hlutverk í raun og veru í kjölfar þess að þetta var náttúrulega skammvinnu friður, það brutust út alls konar átök í víðsvegar heiminn eins og Afriku og fleiri stöðum og það var stofnað þetta Partnership for Peace og NATO fór meira að fara í friðargæslu og því líkt og þannig að og svo fór náttúrulega varnarlið héðan 2006 og ekki var því vel tekið en það var hins vegar auðvitað bara í samræmi við það breytingar sem voru þá og svo akkurat núna að það var akkurat að verða aukin viðbúnaður á öryggissvæðinu Já, og svo bara stendur til að stækka það bara heilan helling og byggja hér hafnir og Já, algjörlega. Það er þegar komin kjörbúð á hersvæðið á Reykjanesinu? Já, það byrði að byggjast mikið upp. Kannski hefur verið ekkert mikið í opinberu umræðu, þú veist, þessi uppbygging, einstaklega sinnum eitthvað viðtöl við fulltrúa utanríkisráðsins en það er sama, þetta er það sem er að gerast og svo er náttúrulega þessi tókstreita sem er á milli Trumps og annara aðildarríkja að þeir taki meira ábyrgð í vörnum Evrópa og þá er náttúrulega
náttúrulega spurning bara, þú veist, hvernig það gert og það þetta verið að ræða það. Ég meina, ef maður hugsar til þess svona hlutist Bandaríkjanna sko innan Evrópu svona sögulega að þó þetta seinni heimsstyrjöldin og þeir fara í lið með reyna að fara í lið með Bretum og gegn Þýskalandi og þessum fasísku ríkjum og í raun og veru vinna og koma síðan inn með allt þetta fjármagn sem hafa kennt við Marshall aðstofana og það alveg sko ótrúlegu fjöldi ríkja sem fengu þess aðstof, þau eru svona tæplega 20 en þetta var skilyrt að þau gætu ekki stjórnvöld mætti ekki aðhyllast einangrunarstefnu heldur að verið að vera að opna á samskipti og viðskipti og þvílíkt og svona í sögulegu ljósi má kannski bara segja að þetta hafi verið svona aðdragandinn að Evrópusambandinu. Það sem að þú veist þessi Evrópuríki sem áður hefur verið í stríði svona gengur bara í bandalag og og ákvæðu að jú, þau geti verið átökum en ekki vopnuðum átökum og en núna náttúrulega meiri svona krafa á það að þau taki meira að sér og byggja upp til varnar og öryggismála og auðvitað sérstaklega núna út af Rússlandi og Úkraínu og það akkur það sem að maður svona sér ekki, maður sér alla þessa umræðu að auka framlag til öryggis og varnarmála en það ekkert rætt friðarmál eða hvernig ég að stuðla friði eða eitthvað slíkt. Já, og það ekki til friðarbandalag, þetta varnarbandalag og málið það að sko það sem líka mjög áhugavert að það sem ég farið að verulega líka hugsa að þú veist eins og rétturinn til sjálfsvarnar að hvaða leyti ættu við endurskoða hann nákvæmlega eins og neitunarvald Sameinuðu þjóðanna eða öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna vegna þess að ég man þegar að Hamas gerði árásina á Ísrael þeir hafa verið ákærðir fyrir glæpi, stríðsglæpi hjá alþjóða sakamáladómstólum alveg eins og Ísrael út af þeir réðust á almenna borgara en hins vegar að þá einmitt kom þarna fulltrúar Evrópusambandsins sem sögðu Ísrael hefur rétt til sjálfsvarnar og síðan segir já þeir hafa rétt til sjálfsvarnar svo framalega sem það innan ramma alþjóðalaga og þeir hafa rétt til sjálfsvarnar svo framalega sem það innan ramma alþjóðalaga og alltaf svona að minna á það eru alþjóðlög og þá var ég myndi að hugsa sko þú veist hvenar myndi kannski við hvað vera að í staðan fyrir að svara fyrir sig að það yrði bara nú nóg komið nú bara svaraði ekki fyrir ykkur við setjum bara niður og reynum að finna einhverja lausn á þessu vanda og þessu ástandi bæti ykkur tjónið og reynum að bara koma á einhverju sáttameilun og þú veist einhverju friði og einhverju varalegri uppbyggingu og einhverju pólitískri sko ástæði eða þú veist pólitísk ástandi sem gerir það verkum að fólk geti lifa þá og verið örugt og auðvitað veit maður að þetta ekki svona einfalt en mér fannst einhvern veginn hvernig svona alþjóðasamfélagið og vestrænir sko leiðtogar hoppuðu allir til og bara þeir hafa rétt til Ísrael hafa rétt til sjálfsvarnar og vitandi það hvernig hernáðsástandi og hvernig ástandi búið að vera hernáðsvæðunum hversu ójafn leikur þetta var ójafn leikur þetta og hver að verja sig fyrir hverjum þetta ríki og uppreisnarsveit og sjá líka bara hvernig þeir hafa svara fyrir sig í fortíðinni vitandi það að og í raun og veru þá gastu nokkurnu veginn vitað hvað myndi gerast hvernig þeir myndi svara fyrir sig ef þú horfir á söguna og þannig ég í raun og veru líka farin að velta fyrir mér bara ekki komin tíma á það að fara að setja fyrirvara við þennan rétt til sjálfsvarnar þú veist í hverju hann felst jú, það á að vera hlutfallslegt en ef það ekki hlutfallslegt ekki í samræmi við tilefnið hvað þá og líka það, ef þú svara fyrir þið með vopnum þá stigmagnast og svo líka, svo það auðvitað bara sko almenni borgarar sko að því að fórnarkostnaðurinn einmitt og við erum að tala að ég menna þegar að almenni borgarar eru myrtir á einum stað land tekur sér saman og ætlar að hefna þá með að drepa almenna borgarar og þú veist þá erum við sko komið svo langt út fyrir alþjóðalega ramman einhvern veginn, við erum farin að við erum komið með svona
eitthvað svona lögleysu í rauninni. Algjörlega, og stjórnleysi. Algjör stjórnleysi. Og algjörlega svona vannveringu, gagnvart sko lífi fólks og bara og hérna menningarminjum og það er náttúrulega búið að eyðileggja þvíleikar menningarminjar í öllum þessum stríðum og sprengingum og ég heyrði daginn einhvern segja að við Íslendingar verum ekkert meira fríðelskandi þjóðin aðrið en við höfum bara verið svo lánsam að búa við frið. En það þýðir ekki að þú getur ekki tala fyrir friði og tala meira fyrir friði og tala meira fyrir sáttameilun vegna þess að það er raunveru aldrei rætt að það og það er eins og þetta sé svona, þú hefur bara rétt til að svara fyrir þig þrátt fyrir að afleiðingarnir af því svari sé náttúrulega sko áframhaldandi hörmungar og svo þannig að það er svona ég veit það ekki þetta er bara alveg hörmulegt að horfa upp á þessi stríð og afleiðinga þeirra þannig að maður fara næmitt og líka finnst manni óþægilegt að það skuli bara í raun og veru viðbröðin og séu fyrst og fremst þau að byggja upp varnir, aukna varnir og líka það að á sama tíma þá er þetta bara fjárframlag til þróunamála til að mynda það er hríðfallið og hvað þá til eins og kvennasamtaka og þeirra sem eru að reyna að breyta samfélagunum til betri vegar. Þannig að það sé meira fólk bara sé sáttara við að þú veist að búa og þvílíkt. Þannig að ég held að það væri auðvitað frábært ef fleiri ríki gætu sko tekið sér saman að tala meira í þágu þess að þetta sé ekki eins sjálfsagt að svara fyrir sig. Og veist, þetta er bara eins og bjóða hinvangan eða auga fyrir auga, tönn fyrir tönn en svo framalega sko þú mátt brjóta eina tönn en ekki allan tanngarðin sko þú veist, en Ísrael að brjóta fer bara alla leið og brýtur allan tanngarðin. En svo maður skilur ekki alveg að því að ef við setjum þetta bara svona í mannesku, bara svona persónlegt samingi sko, ef að þú veist maður verður óbúslega reiður og gerir eitthvað á manns hlut en maður langar ekkit endilega að gera það sama við hann og það er þú veist. Já og þó maður langaði það þá myndi maður það væri það ekki svona kannski sjálfsagt og nema ég hugsa maður færi líki fangelsi ef það væri eitthvað ræðilegt sko. Ég er bara mjög mikið hugsa þetta í tengslu við ég finnst það mjög áhugavert árásir Ísraela á Gaza og allt það sem hefur gerst í kjölfarið. Það er eitt að því við tölum aðeins svona mögulega olíukrísu bara ekkert mögulega og við bara horfum að horfa á olíuverð sko rjúka upp úr og Evrópa mun finna fyrir því að hér í sumar sérstaklega, ég meina ferðaþjónustubransin einhvern veginn á að vera í mesta blóma og það eiga eftir að falla niður flugferðir, það á eftir að vera svona, það verða áhrif víða, það eru mörg lönd sem auðvitað allur landbúnaður einhvern veginn snýst sko út á annarkvort hráolíu til þess að keyra fram orku frekan fóður iðnað eða annað. Þannig að það er svona, þú veist, þetta verður svona eins og bara einhvers konar svona snjóbolti, sko. Og ég las svolítið svona skemmtilega eða svona áhugaverða pælingu í tengda kynverjum og beltabraut og þessu og svona hnattræna suðrinu sem að verðist svolítið vera farið að kveikja á þessu og þarna að því að núna er sko það barast olíuna það er núna svolítið eins og suðrið sé að svona ég eigi kannski eftir að hugsa svona aðeins á undan. Það er vegna þess að það er rafvæðingin. Hún er að eiga sér stað svona í allavega í svona norðanverðri Evrópu og víðar. Sko Kínverjar eru farnir að ég held að sé 20% af sko innlendri orkuþörf sé bara sólarsellur og endurnýtanleg orka og þetta er eitthvað svona sem að mun koma til með að kannski mögulega verða til þess að það bara komist á friður þannig á þessu svæði að því að ég veit að lönd eins og Ítalía og fleiri eru farin að líta til Albaníu sem að hefur mikla burði til þess að framleiða bæði sólarorku og vatnsorku og þannig að þetta er svona það er komið svona aðeins önnur svona mynd
á þetta akkurat og þess að deilur. Já, og ég meina það náttúrulega einhvern veginn auðvitað skiljanlegt þegar fólk orðið svona háð einhverju og svo getur það ekki fengið vöruna sína eða getur fengið hana á eins og í Bandaríkjunum að 50% hærra verði. Ég meina ríkisstjórnin að grípa til aðgera hér og lækka fyrirsaukaskatta á bensíni og olíu til þess að koma móts við svona almenning. Og það þetta er svona pílítins kannski og eftir seinni heimsstyrjöldina á Íslandi þá náttúrulega eiga og vera háður orkugjöfum sem þurfa að koma með skipum eða flugvélum eða með einhverjum hætti á eiguna. Ég meina það var bara öllu umturnað og farið að framleiða rafmagn og hita vatni bara með þessari orku sem við eigum hér eða fossarnir og jarðvarminn og þetta náttúrulega ýtir auðvitað við löndum að fara að endurskoða hvernig þau eru að afla orku og ákveður þau eru að reiða sig og svo líka tækninni, henni fleygir svo fram. Ég man þegar ég var einu svona vinna í landi þar sem var rosa mikið á sól, Afganistan, þá var einn spítali sem voru þeir framleiddu rafmagni með sólarrafhlöðum og þetta var eitthvað stutt af einhverju alþjóðlegum samtökum þýskum minni mig en þá var allt viðhald og þýðileg svo dýrt en núna bara hefur tækni fleygt fram, það er nanotækni þetta eru miklu ódýrara og auðveldara og svo framvegis og ég sá nú bara Pakistan og mér ég sá í landanum daginn að það er einhver kúabóndi í Norðurlandi sem að notar sólarrafhlöður til þess að framleiða rafmagn á fjósi sitt. Og þetta, þetta er allavega ég þarf allavega að ljósta, það er svona það er komið eitthvað viðbragð bæði við með þessi ástandi sem er að vera háður einhverju sem er svona stórþjóður í sífelldu stríði og þannig að við hin einhvern veginn, við finnum öll fyrir áhrifunum og þannig að þetta er svona það gaf mann svona ákveðna von. Ég verða við ekki það, svona þegar ég las akkurat þetta með Kína og svo hvernig svona Suður-Evrópa er farin að skoða orkuskipti. En svo er þetta önnur vandamál sem er eftir að koma í kjölfarið, maður átt að sjá því, það er þetta erfitt að bara losa sig við þessar rafhlöður sem að verða til og það er alveg svona heilt nýtt vandamál en við erum ekki komið þangað alveg strax. Já, akkurat. En það er alveg svo sem ágætt einmitt að binda einhverja vonir við það að þetta hafi friðsamleg áhrif. Já, en svo er svona utanríkisstefna Bandaríkjanna, hún er auðvitað mikið í fjölmiðlum en svo ekki síður ástandið í Bandaríkjunum sjálfum. Þar hefur fátækt aukist í munað og alls konar bara fíknisjúkdómar bara heilu borginnar að leggjast í eyði úr fentanýl og einhverju svona umurleg þetta er bara svona hörmulegar afleiðingar vondrar efnahagsstefnu. Já, nákvæmlega, akkurat. Og bandarískt fólk er orðið ofboðslega þreytt á þessu. Þegar maður tala við bandarískt fólk, þá finnur maður það að 20%, það eru bara 20% bandaríkjumanna sem eru hlindir í þessu árásum á Íran og það eru 49% sem að finnst fjármennin sem varið í allan hernað og þvílíkt eru bara mjög ósatti við það. Þannig að það er að vaksa auðvitað einmitt svona þú veist aðgerðir Trump forseta sem Bandaríkjanna hafa njóta ekki mikið stuðnis í hans eigin auðvitað ríki Þannig að það er það. En í sambandi við hann og allt það sem er að gerast, það er náttúrulega stundum maður hefur alltaf hugsað að svona lýðræðisleg ríki, þú veist, þau í raun og veru og kerfi, þau geta í raun og veru haldið svona aftur af einstaklingum eins og Trump sem að vil kannski bara vaða fram og vaði í stríð. En það er mjög merkilegt að horfa upp á það hvað einhvern veginn þetta lýðræðislega kerfi í Bandaríkjunum er máttlust. Hann fer bara sínu fram og hann fær bara ekki samþykki þingsins og hann fær ekki samþykki, þú veist, það er ekkert umboð frá Sameinuðu þjóðunum, hann bara gerir þetta sjálfur. Og ég meina, og líka þegar svona einstaklingar eins og Benjamin Netanyahu og Donald Trump
hittast og ég meina Benjamin Netanyahu náttúrulega með bara Trump líka í vasanum. Hann búinn að fara í 7 heimsóknir til Bandaríkina. Hann, þú veist, þessi kjarnorku samningur eftirlit með kjarnorku áætlun Írans frá 2015 leið og hann kemst til valda þá segir hann upp þeim samningi vegna þess að líka Netanyahu ekki hlynntur neinum samningum. Hann vill bara leysa málinu á einn veg og þann veg sem hann hefur verið sýnt að það bara að ráðast á innviðana og sprengja allt upp og í raun og veru veikja bara óvinnin. Þetta bara mjög hefðbundin svona hernaðar hugsun að bara veikja óvinnin sem mest þannig að þú náir bara yfirráðum yfir viðkomandi og það sama gerst núna þetta með Íran og þetta algjörlega í mótsögn allt sem að Trump sagði í byrjun að hann ætlaði að stuðla að frið með friðsamlegum hætti og ekki með því að fara í stríðsrekstur og svo veit maður auðvitað ekki hvernig þetta hefur komið til en ég meina þú veist, það náttúrulega Ísrael sem bara byrja að sendja sprengjur á Íran og Bandaríkin að fylgja með en þau líka auðvitað, þú veist, með öll þessi skopmörk í Miðausturlöndum með herstöður í 6 löndum og Golflöndum og líka í Jórdaníu enda hefur Íran auðvitað skotið á öll þessi lönd og það hefur verið viðbræðið og þeir svo sem vissu það og þurfti að verja sína eigin líka bara herstöður og innviði og hermenn og því líkt sko. Já, ég held að það hafi verið bara núna nýjustu fréttir eru eitthvað mannfalli í Sameinuðu Arabísku og Sádi-Arabíu út af einhverjum svona drónaárásum frá Íran. Einmitt, og við erum með æðstu bara völd sem við erum með bara mjög herskáa að menn sem eru bara skaðvaldar og þetta stóra hættilegur heiminum að maður hugsa út í það. Veist, þetta Benjamin Netanyahu, þetta Putin, þetta Trump og þetta eru æðstu bara ráðamenn í heimi og þeir valda öllum þessum skaða. Þeir ákveða það bara eiginlega liggur við eins og virðist vera upp á sitt einstami að fara bara í stríð og valda öllum þeim skaða sem að stríðin valda. Þannig að þess vegna ég að segja, ég held að ég veit ekki hvernig önnur ríki geta reynd að koma í veg fyrir þetta en sko þetta og kemur aftur að þessi rétti til sjálfsvarnar þá endar þetta með löngu stríði þetta eins og við erum að sjá núna með Úkraínu og Rússa og það mikilvægt upp úr því að Úkraína vinni þannig að sé verið að senda sko ríkjum eins og Rússland í réttu skilabóðun þau geti ekki komist upp með það að ráðast á bara annar ríki og innlima Krímskagan og leggja undir þessi land og þvílíkt og verið það þannig ekki alþjóðalög en á sama tíma En svo það svo flókin forsaga líka þetta, því að Rússar eru að bregðast við samningsbroti meðal annars við Bandaríkin sem ætluðu ekki að byggja herstöðar hana og færa sig nær landamæri Rússlands með þeim hætti þannig að þetta alveg og fólk sko rífst mikið yfir því svona einhverju sögulegum atvikum og yfirlýsingu sem voru sagðar og þú veist og það ekki og það raun og veru ef að einhver minnist á austustækkun NATO hafi verið augrandi fyrir Rússa að þá raun og veru bara litið á þeim sem einhvern pútinista það kannski ekki eina ástæðan en ég held kannski að við höfum kannski við sem erum hérna á Vesturlöndum eins og bara á Íslandi við höfum alltaf verið í sérstöku sambandi við Bandaríkin og við erum innundir, við erum vinir við erum vinaþjóðir og við erum með varnarsamning við Bandaríkin Hernum myndi ég segja en hvernig þetta þá fyrir hína sem ekki innundir og svo kannski hefur fólk upplifað það pínluti í tengslu við allt í kringum Grænland hvernig Bandaríkin ætluðu sig bara að leggja undir sig Grænland og bara ná þarna að stjórna Grænlandi og en þetta náttúrulega veruleiki þeirra sem ekki vini Bandaríkina og eins og ef við förum bara aftur til Írans að það náttúrulega svo löng saga þarna þegar þessi forsætisráðherra 53 er kosinn og hann allar að þjóð bara taka allar olíuauðlindirnar í ríkiseign og Bretar eru ekki hrifnir af því og með aðstoð bandarísku leyniþjónustunnar þá steipur hann á stóli og koma öðru til valda og
þannig að þetta er svona flókin saga og það sem er endalaust verið að hlutast til málefni, innri málefni ríkja og þetta þannig í kaldastriðinu út af því að þetta voru sósíalistar og þetta er allt réttlætt og þykir bara í lagi og þannig að maður er líka farin að setja spurningamerki við hluti eins og hvernig heimurinn er. Þú veist, þetta er stundum eins og sýndaveruleiki sem við búum í út af því við vitum alveg að það er fyrsta deildin sem kemst vanlega upp með allt ef ekki, eða flest ef ekki allt og eins og Íraksstríðið. Ég meina, ég held að sé alveg nokkuð ljóst að það var árásarstríð. Það var ekki, þetta var kallað fyrirfram vörn og preemptive attack en til þess að varna því að árás yrði gerð seinna en það voru í raun og veru engin gögn sem lágu til grundvallar og ég meina það eru margir búin að sýna fram á það að það átt að vera 21 einhverja stöðvar til þess að búa til auðgórunum og búa til kjarnorkuvopni. Það voru 3 stöðvar og það var auðvitað eftirlit með Írak og svo er allt sprengt í tætlur og ISIS kemur til sögunar og DASS og allar þær hömrugar og það er aldrei neitt sem ber ábyrgð á þessu þegar við erum í fyrstu deildinni en hins vegar ábyrgðin liggur alfarið á öllum sem eru vondir í annarri og þriðju deild. Akkurat og svo almennum borgurum í þessum löndum, já. Það er svolítið þannig. Það er bara kannski má til með að svona minnast á það einmitt líka að því að áður en við klárum að sko að því að við tölum svo mikið við Miðausturlönd, það eru þetta líka, Bandaríkin standa líka í heilmiklum efnahagsþvingunum og kúgunum í Suður-Ameríku. Þar sem að í Kúba og er bara gjörsamlega lokuð af þar hefur hún bara sjaldan verið verra ástand heldur en akkurat núna. Við höfum rætt það svolítið við þetta borðan. Eyjólfur B. Eymundsson kom og sagði frá því, hann hefði farið þarna og svona brotist í gegnum herkvína með svona svipum hætti og palestinsku flóttilinnar hafa verið að gera, fara með vistir. Þetta er líka, svo velti maður fyrir sér sko í þessu, já og svo þetta bara Maduro, hvar í ósköpunum er Maduro? Forseti Venezuela sem var bara tekin af Bandaríkjunum svona í skjólinn nætur á samt konu sinni og færður eitthvað fangelsi og maður sko þú veist, það er eitt í þessu, þú veist, það er rosalega erfitt að finna umfjallanir sko, svona nýtt með þær frásagnir það sem er að gerast nákvæmlega í öllum heiminum. Já, og greiningar og þvílíkt, já. Og það er þetta líka bara hluti af því að sko, þú veist, öll auðstéttin, svona í Bandaríkjunum og þessi svona auðmanns elita sem er svo tengd inn í ríkisstjórn þessara fyrstu deildar, eins og þú segir, þeir eiga orðið alla fjölmiðla og þú veist, og við erum komin á svo skrítin stað, einhvern veginn. Já, það er akkur það, nákvæmlega, að það er náttúrulega mjög, sko, ef við tölum aðeins bara fjölmiðla eins og á Íslandi, það voru náttúrulega bara flokksgögn, eða þú veist, flokksfjölmiðlar, ég meina, þú vissir alveg hvað Móki stóð fyrir og Þjóðviljinn og Alþýðublaðið og allt þetta var bara þannig að maður vissi hvað maður segja bæjasins var þarna og sjónarhornið og sem er bara oft mjög gott sko að vita en og svo náttúrulega átti eins og Ríkisútvarpið og sjónvarpið að vera óvilhalt og já, og svo auðvitað hvað er að vera hlutlaus og hvað er að vera óhlutdrægur, það er náttúrulega eins og allir sem eru í félagsvísindum sem eru búin að ræða mikið og þvílíkt. En þetta er akkurat vandamáli kannski líka, auðvitað eins og við upplifum svo sterkt að það er oft ofsalega erfitt að það er oft verið framsetning og fréttum. Það er oft erfitt að átta sig að nákvæmlega fyrstulega eignarhaldi sko, fjölmiðla og hverjir eru þá raunverulega á bakvið viðkomandi fjölmið. Við vitum það suma en þetta er ekki orðið eins augljóst eins og var áður. Þetta var bara tengt pólitíkinni og svo líka þetta að svona fagleg fréttamennska þar sem að hlutir eru settir í samhengi og eins og ég tek svo eftir þessu núna eins og það er kannski verið að setja fram einhverja tölur eins og til að mynda hversu margir
flóttamenn eru á öryggisbátum. Ég þekki til svona hluta vegna þess að þetta kannski fólk sem búin að gangi í gegnum ýmislegt, svo sesta hérna að á landi. Það getur verið ýmsar ástæði fyrir því að fólk fer á öryggisbætur, en það með þess að langvinn kannski áfalla streita og því líkt. Og en hins vegar sko þetta skellt svona fram og upphæðunar eru setta fram og þær eru ekki settar í samhengi við þá sko heildafjölda þeirra sem eru á öryggisbátum. Þetta ekki sett í samhengi við hvað þetta mikið hlutfall af öllu ríkissjóð. Eða bara hvað útlendingar, íslenskir innflytjendur, þú veist, borga mikið í sameiginlega sjóði. Hvað borga þeir í sameiginlega sjóði og svo framvegis. Þannig að þú veist að þetta að sko, og þetta er bara svona áróður og það er ákveðin svona hugmyndafræði og hugmyndi sem liggja þarna baki, en þetta ekki fréttir í raun og veru, ekki eins og maður myndi vilja lesa fréttir. Og mér fannst meira áður þegar maður var að lesa frétti, þá var meira verið að reyna að setja hlutana meira í samhengi, en það verið upplýsandi og þvílíkt og kannski koma fram með alla hliða máls, þannig en núna, mér finnst þetta er rosalega dapurlegt ástand og þá auðvitað líka eflaust aðra fjölmiðla sko, en kannski en sérstaklega tekið eftir þessu á heima sko, meður. Það svona eins og segir svo litið búið og svo þetta, ég meina Fréttastofa Stöð 2 bara hætt það ekki bara Stöð 2 fréttir bara einhvern veginn, það allavega svona stóð til að bara stöða þær algjörlega og ég veit svolítið ekki svo að verðast að hanga einhvern veginn. Sín mitt. Já, akkurat. Og þú veist, og þannig að það hafa auðvitað alltaf verið eitthvað svona umbreytingar í fjölmiðlaheiminum heima en þetta eitthvað sem að þarf að venda sérstaklega og ég held að það sé starf blaðmannsins og einmitt til þess að það sé blaðmennska sem að þú fáir dýpt og sín og einmitt eins og segir sko samhengi í hlutina sko. Já. eins og við erum búin að reyna að gera hérna líka með því að og þú veist í þessu spjalli með því að setja þetta í samhengi við sko, bara allan heiminn, ekki bara þú veist með Austurlöndin og utanríkisstefnu og söguna og allt þetta og svona, en ég þakka kærlega fyrir að koma Magnea Magnúsdóttir í gott spjall og ég bið ykkur doka við því að það meira hér handa við auglýsingar. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.